Hvað svona aðalatriðið þegar þú ert að þjálfa undir gæðingafimmi? Hvað það sem þú ert svona að spá í? Maður þarf að vera með allavega 3 góða gangtegundir. Það er í þessum skala sem hefur verið að dæma eftir að þá er lágmark 3 gangtegundir sem þú þarft að sýna. Og ef þú sýnir 4 þá bara deilitalan 4, en ef þú sýnir 3 gangtegundir þá deilitalan 3. Og síðan eru æfingar ýmsum styrkleikum. Það er nú skylduæfing, ég held að það sé nú kostar opinn sniðgangur á tölti sem er eina skylduæfingin. Og svo er svona styrkleiki eftir því sem þú sýnir erfiðar æfingar, því hærri þú hefur ef þú sýnir æfingu með lítinn styrkleika, segjum bara Brokkabaug, hvað er það? Já, brokkabaug, ég veit ekki hvað styrkleikanum það er. Að þá getur kannski fengið hámark 6. Ef þú sýnir lokan sniðgang og tölti, þá getur kannski fengið hámark 9. Og svo út frá mistökum það að lækka niður? Já.